Já, það sem við gerum að við förum reglulega á veitingastaði og sækjum olíuna. Henni er safnað í brúsana yfirleitt sem að hún kemur upphaflega í. Síðan er hún flutt til samstarfsaðila okkar, Ýmis Technologies, sem tekur þetta hráefni til endurvinnslu og býr til úr henni lífdísil. Alla jafna þá hlöðum við tankinn bara með því efni sem við erum frá að umbreyta. Svo er því pumpað yfir í hvarfakút sem er flottastur á innan, mikið af hrærum og því að trikkið er að geta blandað þetta vel. Þar er þetta blandað við alkohól sem í þessu tilfelli er metanól og þar er því hvarfað við hvötum yfir í það sem eru kallaðir esterarnir og við þekkjum alveg sem lífdísil. Svo er þetta þvegið, skilið að og úr því er þá tekinn lífdísilinn sjálfur og við eimum hann til þess að vera alveg vissum að vera með alveg full gæði á vörunni. Og þessi lífdísil sem við erum að framleiða hérna, hann uppfyllir bara þau skilyrði sem sett eru á lífdísil alþjóðlega til að geta verið seldur á alþjóðamarkaði. Þetta lofar allt mjög góðu. Man fann alltaf áður svona sótlykt frá dísilolíunni. Það er eiginlega hverfandi í dag, þannig að það virðist vera miklu betri bruni þó að sé ekki nema 10% lífdísil í olíunni. Þannig að við reiknum alveg fastlega með því að við munum auka þetta hlutfall þegar fram í sækir. Auk þess sem að þetta virkar náttúrulega mjög vel á tækjunum, þá er þetta náttúrulega mjög jákvætt að geta safnað olíu sem er síðan send og unnið úr henni lífdísil sem við síðan brennum. Þannig að þetta er svona hringrás.